Hvað eru reitatöflur? Hvernig notum við þær í erfðafræði? Þegar við erum að tala erfðir og gen, þá þurfum við að velta fyrir okkur hvað þýða þessi orð. Erfðir bara þau einkenni sem við erfum frá foreldrum okkar. Við fáum þá með litningunum sem við fáum í frumunum okkar, komum með kynfrumunum sem byggja okkur til í upphafi. Litningarnir eru í raun bara langur DNA-þráður, mjög langur sem búið að pakka saman. Einn bútur af því táknar eitthvað eitt ákveðið, stendur fyrir eitthvað eitt ákveðið og við köllum það gen. Það var munkur í Austurríki sem fann upp þessa pælingu á 19. öld, áður en nokkur vissi að DNA væri yfir höfuð til, Gregor Mendel. Við erum alltaf með 2 gen, því að við erum með litninga í pörum, einn sem við fengum frá mömmu og einn sem við fengum frá pappa. Þannig að það er alveg sama hvað einkenni við erum að nota, við erum alltaf með 2 gen og við notum bókstafi til þess að sýna þetta. Ég ætla að sýna ykkur hlut af því sem að Mendel var að skoða, þar að segja til dæmis litin á garðertuplöntum. Hann gerði rannsóknir sínar með garðertuplöntum sem eru eiginlega bara grænar baunir. Hann sá að það var ríkjandi að vera með gular baunir en víkjandi að vera með grænar. Og þetta virkar í grunninn þannig að einstaklingar geta þá verið annarkvort með stórt G lítið eða lítið. Og af því að þetta er með stórum staf, þetta er ríkjandi. Þannig að þessi er augljóslega með gul, þessi er augljóslega með græn, eða gular og grænar baunir. En hvernig er þessi? Með bæði. Hann er ekki með eitthvað gulgrænan lit. Hann er bara með gulan. Það er engin munur á litnum á þessum gular baunir. Þetta er bara gult. Það er engin útlitsmunur á þessu. En þegar ég fer að skoða hver eru líkurnar á að afkvæminu verði svona eða hinsegin, þá förum við að gera reitatöflur. Og ef við ímyndum okkur, við séum að æxla saman svona einstakling og svona einstakling. Þessi með 2 fekk 1 frá mömmu, 1 frá pappa, þessi með 2 fekk 1 frá mömmu, 1 frá pappa. Að þá get ég gert reitatöflu. Við gerum þær oft svona. Oft er þeim snúið svona líka, breytir ekki öllu. En ég ætla, svo dreg ég bara stafina niður. Þessi kemur hér, þessi fer hingað, þessi fer hingað, þessi fer hingað, þessi fer hingað. Og svo raða ég þeim inn í þessi fyrir framan hér, þessi fyrir aftan, þessi fyrir aftan, þessi fyrir aftan, þessi fyrir aftan. Hvernig eru líkurnar hjá mér? Jú, það er 100% svona. Hvað ef ég hefði gert svona? Við skulum prófa að tegna reitatöfluna. Og ég set stafina fyrir framan, G. Þetta er náttúrulega allt gen, bara stórt og lítið. Stórt fyrir framan hér, lítið fyrir framan hér, þetta fyrir aftan, þetta fyrir aftan, þetta fyrir aftan hér. Heyrðu, hér er svona, það er 50%. Og þessu eru náttúrulega gul og þessu eru græn. Hvort ég prósentun á undan eða eftir, það breytir ekki öllu. Eða hvort ég gefið upp í almennu broti. Það er ekki þannig að helmingurinn af afkvæmunum hjá þessum verði svona og helmingurinn svona. Þetta eru bara helmingslíkur. Það er ekkert til í þessu sem er alveg 100%. Hvað ef ég geri svo í lokin svona? Þetta er áhugaverðasta samsetningin. Því þá gerum við stórt, lítið. Þetta fyrir framan, þetta fyrir framan, þetta fyrir framan, þetta fyrir framan, þetta fyrir aftan, þetta fyrir aftan, fyrir aftan og fyrir aftan. Hérna fæ ég stórt. Það er 1 svoleiðis reitur. Það er 1 af 4 eða 25%. Sýn ykkur almennu brotin líka. Stórt lítið,
Röðin skiptir ekki máli hvort er á undan, þannig að þessir tveir eru eins. Það eru 2 af 4 sem er hálfur sem er 50%. Og svona er 1 af 4 eða 25%. Og samtals á ég náttúrulega alltaf að fá 100%. Ef ég fæ ekki samtals 100% þá er ég að gera eitthvað villast. Aftur, þetta eru líkur. Það er ekkert örugt í þessu. En, sjáðu þið, 75% eru gul, 25% græn. Þannig að þetta er það sem við köllum arfgerð, hvaða stafið þau eru raunverulega með, og þetta er það sem við köllum svipgerð, hvað kemur raunverulega fram þegar við blöndum svo stöðuvonum saman. Þannig að þetta eru reitatöflur, þær eru til þess að sýna okkur líkur á við erfum þetta eða hitt.